Það eru kjaramálin, það búið að semja við, ég held að sé talað 80% af hennum almenna markaði, eftir sitja 20% sem Efling, en síðan bíða opinberir starfsmenn og þeir eru í ýmsum félögum, en BSRB stórt samband félaga og Sonja Ýr Þorbergsdóttir komin hingað. Hvað það sem að BSRB vill fá út úr komandi samningum? Já, þannig að alltaf svona, eins og nefndir, það búið að semja fyrir þriðjung vinnumarkaðar, þar að segja 80% á almennu vinnumarkaði og að því þar var gerðu skammtíma samningur, þá var eitthvað svona fljótt gert ljóst að ríki og sveitafélög var að stefna í sömu átt. Og tróða þessu upp á ykkur. Já, og við höfum svona tekið ágætlega í því, þó með þeim fyrirvara að við erum búin að vera í vinnu sem heitir jöfnun launa milli markaða síðan 2016 og það væri forsenda þess að skrifa undir kjarasamninga væri að þessari vinnu myndi ljúka, hún myndi klárast, það væri ekki haldið áfram að draga lappirnar eins og hefur verið gerið síðustu ár. Það að segja til þess að því að stjórnvöld gera ansi margt til þess að komast fram hjá því að efna þetta loforð og raunverulega til þess að auka þungarn okkar þá sko bæði öll aðildarfélögin BSRB búin að taka sér saman og fela BSRB samningsumboðið og svo erum við í samstarfi líka með BHM og KÍ. Þannig að við erum að funda sameiginlega með ríki og sveitafélögunum til þess að svona koma okkar áherslum vel á framfæri. Leiðrétting þýðir hækkun og hvað eru þá að tala hvað þarf að hækka opinbera markaði mikið til þess að hann verði til jafns við almenna markaðin? Það var gerð greining fyrir nokkrum árum og núna verið að bíða eftir nýjum tölum en þá var sko að meðaltali munurinn milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins 16,8%, þar að segja, lægri laun á opinberu vinnumarkaði, en það misjafnt eftir stéttum og það sem við sjáum líka mjög skýrt í þessum tölum að þó að kannski stéttir sem að geta fært sig á milli markaða séu á lægri launum, það er svona enn lægri laun hjá því sem að kallað innkeypisstéttir. Það er stéttir sem raunverulega bara með einn atvinnurekanda og geta ekkert verið að fara á milli markaðana. Þá erum við að tala fólk eins og í heilbrigðisstéttum og menntakerfinu og félagsþjónustunni og svo framvegis. Þannig að það eru svona, já, þú veist, ef maður horfir eftir stéttunum hverjir eiga mest inni, þú veist, að þá liggur svona þunginn þar. Og hafið þið trú á því að þið fáið 6,75% hækkun sem að iðnaðarmenn og VR fengu og 10% hækkunina sem að má reikna hækkun starfsgreinasambandsins upp á pluss 16,7%. Við gerum ráð, og það ekki komið að þeim staðin þá í viðræðunum, en við gerum ráð fyrir okkur verði boðin VR og iðnaðarmannasamningurinn. Það sem gerðist þetta í síðustu kjarasamningum að þá var aftur þetta almenni vinnumarkaðurinn hefði sett tóninn og þið bara gjörðu svo vel að taka þessu en þá var samið út frá taxtalaunum og út frá markaðslaunum og kannski fyrir fólk að skilja að taxtalaunin bara þá tekur bara laun eftir kjarasamningi en í markaðslauna þá ertu svona ofta að semja sjálfur og færð þá eitthvað umfram það en allir opinberi starfsmenn meira og minna eru á taxtalaunum. Og það sem þau gerðu í síðustu kjarasamningum við atvinnurekendur var að þau einhvern veginn viðurkenndu ekki þessa staðreynd. Þannig að við höfum líka vonað því að það verði slagur hvað þetta varðar, af því að þó það sé ekki svona nákvæmlega sama módeli núna á almenna vinnumarkaðnum, þá samt munur á milli þeirra sem eru á taxtalaunum, sem eru að stóru hluta til eins og þau í starfsgreinasambandinu, en svo eru þá verið að horfa til markaðslaunina þegar að vera semja 6,75 í VR-samningunum og iðnaðarmanna. Þannig að við erum að segja, þú veist, það ekki hægt að heimfara þetta módel upp á okkur þegar fólk hefur ekki þetta svigrúm til að semja launin sín. Þið myndu vilja fá prósentuhækkunina sem að má reikna á lægri taxta starfsgreinasambandsins upp eftir línunni, út af með þessu rökum. Já, þú veist, og það auðvitað aðalatrið að horfa til þess að við sem að tryggja kaupmátt okkar fólks. Síðasta launahækkunni á þeim var út af hávaxtaraukanum í apríl og síðasta ári. Og við erum núna í ástandu þar sem uppsöfnu verðbólga 10%. Það þarf einhvern veginn að vera lágmarks viðmiðið. Þannig að 6,75% ganga ekki. Það er oflítið. Það þurfum allavega upp í 10% til þess að tryggja tryggingu launana og þá það sem þú byrjar á að tala sem leiðrétting á milli markaða út af borðinu. Svo þetta eru 2 aðskilin verkefni en við gerum ráð fyrir að atvinnurekendur vilji blanda þessu saman. Þú veist, ef að þau telja sig vera að gera vel í jöfnu launa þá það hafa áhrif á kröfur okkar varandi hitt. En það ekki það við höfum svo sem alveg sagt, við erum til í að horfa á þetta módel sem var samið almenna vinnumarkaðinn. Það þarf að aðlaga opinberu vinnumarkaði vegna þessa út af þessum mun sem ég var að nefna, að fólk á taxtalaunum.
En það verður ólíklega gert í skammtímasamningi, eða ekki? Bara við spurum að leikslokum. Já, en ekki þegar að starfsgreinasambandið samdi að þá var sagt að Vilhjálmur Birgisson sagði að ég verði að fara með hækkaninnar allar, fá þær strax og fara með það til fólksins því að það verður að fá þær til þess að mæta kaupmáttarskerðingu verðbólgunnar núna. Er ekki sami þrýstingur á ykkur að skila bara þeirri hækkun sem að þið getið fengið strax og fara svo strax að undirbúa langtíma samning sem að tæki gildi þá að ári? Jú, þetta er auðvitað ótrúlega langur tími, eins og ég nefndi, síðustu launahækkanir voru í apríl og það var hagvextaraukin, þannig að það var kannski ekki svona mikil búbót á þeim tíma, en þó eitthvað. Þið fengu hann? Já, af því það var samið það er sambarlegt og opinberu vinnumarkaði. En það sem við finnum auðvitað líka núna er að atvinnurekendur að nýta sér þetta sér í hag. Það er að segja að við auðvitað teljum brýnt að við semjum hratt og vel til þess að launahækkanirnar skili sér til fólks af því að það næri ekki endum saman og á ekki fyrir nauðsynja vörum, en mér finnst það, já, ég veit ekki hvað orði á að nota, en svona... Þetta er það klemma sem að fyrirtækjaeigendur hafa sett verkalýðsfélögin í. Já, en sem er samt ótrúlegt, en maður horfið til þess að hverjir vilja búa til verðmætin innan þessara stofnana eða fyrirtækja og svo framvegis. Þú getur ekki fara að nota það sem eitthvað svona útspil í leik, þú veist, eins og þetta sé eitthvað slönguspil eða eitthvað álíka. Þetta er fólk og þetta er lífsviðurvæðir þeirra og fjölskyldna þeirra. Þannig að þú veist, mér finnst þessi gamli bragur oft á kjarasamningsviðræðum það sem er eitthvað svona tóg eins og við séum svona frekir krakkar í sandkassanum, launafólksmegin og atvinnurekendur séu ósannlega ábyrgir. Þú veist, það þarf að snúast við þessu umræðu. Halldór Benjamín mætir í fréttir og segist að gæta hagsmunum samfélagsins. Já, hann tekur sér ofta stöðu að svona tala fyrir hönd launafólks. Það hefur fylgt honum. En líklegast, ef ég maður ráði í þetta, er að þið semjið eitthvað svona sirka á nótum iðnaðarmanna og afferr og gegn einhverju loforði að strax verði hafin vinna við lengri samninga. Þannig að þið farið starfsgreina sambandsvegin, ekki veg Eflingar. Það hefur ekki verið krafan í okkar fólki. Það hefur verið svona krafan þá, en svo eru þetta verið svolítið að sjá hvað gerist á almennum vinnumarkaði. Það eru svona býsna mikið launadreifing innan BSRB, við erum fólk á allra lægstu laununum og stóra hópa þar, en svo er líka meðaltekjuhóparnir ágætlega stórir, alltaf mjög fáir sem eru í einhverjum hærri svona launaflokkum. Þannig að við erum náttúrulega líka reyna að ná utan um breiddina og þess vegna er þessi krafa að tryggja kaupmáttin hjá fólki. Það hins vegar að því að stundum hefur verið rifist það hvort að svigrúmi sé verið að færa svigrúmi, en það er náttúrulega líka mismundi kostnaðarmat á milli kjarasamninga, annars er SGS-samningsins eða síðan VR og iðnaðarmanna. Þannig að það er líka eitthvað sem þarf að horfa til. Hvernig líst þér á kjarabaráttu Eflingar? Við fjöllum svolítið hana mikið við Rauðaborðið. Fylgjum spennt með? Já, ég var einmitt að hlusta á okkur áðan og ég er sammála því að mér finnst að spjótin er að beinast núna að atvinnurekendum og það er að ræða það betur og auðvitað gerist það síðan líka í framhaldinu. Þetta er kannski svona típist moment í kjarabaráttunni þegar það er verið að skipuleggja verkfallsaðgerðir að þá kannski fer meira fyrir atvinnurekendum og svo þegar atkvæðagreiðslunni er lokið að þá svona nær aftur verkalýðshreyfingin undir tökunum í umræðinni. En eins og því var að nefna á það, mér finnst þetta er eiginlega ótrúlega orðræða af því að við erum að ræða fólk og hvort að ná endum saman og við vitum það bara út frá rannsóknum að það er þriðjungur heimila sem erfitt með að ná endum saman og 52% einstæðra foreldra og svo er alltaf þessi krafa hvað ætlum við að gera til þess að tryggja bara lífskeiði fólks hér á landi og það er einhvern veginn hefur hallað svolítið þessi umræða í þá áttina eins og það er allavega ekki hægt að líkja saman hagsmunum fólks og einstaklinga sem er bara að draga fram lífið eða fyrirtækja sem hefur allt önnur úrræði til þess að bregðast við og fyrir utan alltaf eins og þeir nefndu hagnaðinn og eru þá líka að fá tjóni bætt. Mér finnst líka að verið svolítið fyrirferða mikið í umræðinni og margir tekið því bara sem sjálfgefnum hlut að þessa hótar því að þau fá ekki afturvirknina á launahækkunum. Það er ekkert, það er samningsatriði. Það verður, ég meina Efling hefur sagt það mjög skýrt að þau mun ekki ganga frá kjarasamningunum að þetta sé liður í því og þetta er mjög algeng hótun og það gleymast svolítið umræðinni og síðan ég vil bara
sem innihaldslaus og stenst ekki. Já, það er svona reynslan sýnir það. Þeim sem látið hanga í loftinu eins og sé eitthvað, þó er kannski allir rétt að vita að svo er ekki. Já, og því miður, þá einkennir það náttúrulega oft kjarasamningsviðræður að það eru, hótanir og kannski að báða bóa, en það er ekki, það er svo mikill aðstöðumunur að það er í lagi að kýla upp fyrir sig en ekki niður fyrir sig. Já, það mætti fjalla meira kjör láglaunafólks og líka bara kannski kostnað samfélagsins af því sem að fólk fer fyrir á örorku vegna það er bara slitið af því að vinna marga vinnur því að fólki náttúrulega situr upp í þá stöðu að full vinna dugar ekki fyrir framfærslu. Þannig þá hefur annarkort sveltur og sveltir börnin eða þú vinnur meira og klípur þá annarkort á svefntímaðinum eða frítíma með fjölskyldunni og þetta hefur mikil áhrif á fólk fyrir utan náttúrulega bara afkomu kvíðin og annað slíkt. Þannig að og við sjáum það, kannanir Gallup frá hruninu 2008 að fjárhagsáhyggjur það sjöfaldar líkurnar á kulnun og svo er ný rannsókn núna líka frá Vörðu sem hefur verið að skoða stöðu launafólks og ég mitt verið að benda á það gegnum tíðina sem rímar við það sem í lífskjararannsókn Hagstofunnar, hversu margir er erfitt með að endum saman og sem munur á milli hópa, einstæði foreldrar og fólk af erlendum uppruna og svo framvegis, að þá eru mjög sterk tengsl og það er mikill áhættu þáttur svona fjárhagsstrengingar og það segja að þú náir ekki endum saman á þunglindi og kvíða. Þannig eins og þú segir, það eru heilsufarslegar afleiðingar og þá er mitt spurningin, hver er kostnaðan því ekki bara núna heldur til langtíma? Þá er það fyrirtæki sem eru að varpa þessum byrðum bara yfir á samfélagið sem að verða til út af lágum launum sem fyrirtæki borga til þess að maður geti alltaf fram til þess að geta borgað eigandi sínum meiri arð. Og þá velti ég aðeins fyrir mér eins og núna bara í þessari kjarabaráttu sem er í gangi. Þetta var framlag stjórnvalda til kjarasamningar sem hafa verið gerðir og þau tala væntanlega þannig að það sé bara inn í almenna vinnumarkaða. Eru þetta tillögur varðandi húsnæðismál og sömuleiðis breytingar á barnabótakerfinu. En eins og núna þegar ég meina í síðustu kjarasamningum og þá voru skattbreytingar og það var svona meira sem var gripið til og kannski eðlilega í ljósi þess að var lengri samningur sem var undir en ef að fólk myndi vilja leggja allt á sig til þess að leysa þessa deilu þá er líka hægt að horfa til þess hvað stjórnvöld getur gert til þess að létta fólki byrðarnar og þá myndum við kannski líka ná þessu jafnræði sem hefur verið svolítið deila höfuðborgarsvæðið versus landsbyggðin. Er þetta ekki ástæða fyrir því hvað niðurstaðan að við skildum enda í skammtímasamningum, hvað það er eiginlega sorglegt? Því að ef það væri saminu verkefnishreyfing að fara kannski að semja til lengri tíma þá er þetta að leggja þetta allt á borðið, skattkerfið, bótakerfin og einhverja svona aðgerðir raunverulega til þess að bæta kjör fólks með öðrum hætti heldur en að hækka bara laun. Jú, að sjálfsögðu og ég meina það hefur alltaf áhrif á niðurstöðu kjarasamninga þegar hreyfingin er sundruð. Það er bara því miður þannig. Þannig að kannski ef við tökum svona bjartsýnina að leiðarljósi þá getur mögulega þessi niðurstöða letti þess að fólk þjappir sér betur saman. Við getum bara vonað eftir því, vonast eftir því. Herðu, ég ætla að fá hana Steinunni Þorvaldsdóttur sem er formaður læknafélagsins eftir. Þar er endalaus varnarbarátta heilbrigðiskerfið og ég get líka fengið formann kennarasambandsins og það verður það sama. Það er endalaus varnarbarátta fyrir þessi stóru kerfi okkar. Hver er afstaða BSRB gagnvart sveltistefnu stjórnvalda sem að hægt og bítandi eða hefur haldið þessum stóru kerfum okkar svo lengi niðri og kjör og starfsfólksins vinnur það, en líka svo lengi niðri að kannski kerfin er mikið byrjað að láta ásjá og geta þeirra til þess að bregðast við og búa til eitthvað nýtt er alltaf að vera minna og minni og svo er óendanlega sorglegt að hlusta á fólk sem að hefur menntað sig til að starfa í þessum kerfum en er að gefast upp vegna þess að því er eiginlega meinað að sinna vinnu sinni bara með sóma. Við höfum verið mikill í varnarbaráttu, kannski sérstaklega fyrir heilbrigðiskerfið, af því að við sjáum mikla áhættu af því að það sé verið að horfa til aukinnar einkavæðingar eins og hefur verið gerast á undanförnum árum og höfum fengið til landsins erlenda sérfræðinga í samstarfi við ASÍ að þegar við erum að benda á að fordæmin úr öðrum löndum sína að
þetta bara hólar undan kerfinu og svo þetta hitt að það búið að vera fjársvelti frá því fyrir hrun. Þetta ekki einu sinni bara hrun tengt. Heldur þetta búið að vera í áratugi og þá kannski ekki skrítið að þessi komin upp svo stað að einhverju trúi því að það geti jafnvel borgað sig að einkavæða þá verið þjónustan betri en það gleymist oft í þeirri umræði að það er alltaf því opinbera sem greiðir, þú veist, þó að þjónustan sé einkavædd. Og þá spurning, hvernig ætlum við að tryggja sem best að stjórnvöld hafi sko yfirsýnina, yfir kerfin, hvernig við erum að veita sem besta þjónustu og hafi líka eftirfylgnina, af því að þetta raunverulega þríþætt, þú veist, það auðvitað að tryggja lýðheilsuna sem ábyrgð stjórnvalda og maður átti að segja alveg á hvernig myndi fara ef við værum einhvern veginn bara með einkavæðinguna undir og sömuleiðis auðvitað að gera það besta fyrir fólk í þjónustunni, heilbrigðisþjónustunni og svo það eftirfylgnin. Og þá spurningin sko tókst þetta á milli þessara ólíku markmiða og svo auðvitað hefur við gert svona býsna margt til þess að vekja athygli á áhrifum fjársveltisins en skýrasta dæmi sem blasir náttúrulega núna bara við að það ekki hægt að halda uppi tiltekinni þjónustu því það fæst ekki fólk til þess að starfa þar. Og fólk ekki bara að benda á launin þó þessu vissilega mikilvæg og það sé yfirleitt efst á dagskrá og það þetta alveg ljóst með að við allar rannsóknir að það eru helst kvennastéttirnar, þessar stóru stéttir hjá hennu opinbera sem eru með lægri laun heldur allir aðrir á vinnumarkaða því það bara kerfisbundið vanmat á störnum þeirra en líka eins og þau nefnir þetta álag sem að leiða til kulnunar. Stærstu hóparnir sem leita til virk mitt úr mentastéttinni, úr heilbrigðiskerfinu, fólk sem að vinna í nánum persónulegum samskiptum við annað fólk að gefa af sér og þetta hugtak hefur verið kallað ástakraftur sem að kannski ekki allir búin að temja sér. En þannig að núna, þú veist, þetta eiginlega orðið svona jafn hátt á kröfulistanum. Það verður ekki nægilegt bara að hækka launin þó að það sé vissulega stórliður í baráttunni og við séum svona vonandi að sjá einhverja framþróun þar á næstu mánuðum. En hitt hvað ætlar að gera þess að tryggja fólki líði vel? Og eitt svona lítið atriði sem að hefur komið fram eins og hjá okkar fólki eins og sjúkraliðum sérstaklega að það orðið þannig að það náttúrulega ekkit, þú veist, fólk býður ekki einu sinni eitthvað sem sjálfsagt sem það þarf á að halda í vinnunni af því að það bara sjálft orðið svo vant þessu fjársvelti. Og það var gert á einum vinnustað og það gjörbreytti bara því hvernig fólki leið af því að það fekk bara þann aðbúnaði að þau tæki sem þau þurfti á staðnum og þetta auðvitað líka oft flýti fyrir þjónustun og svo framvegis. Þetta einkenni á kjarabaráttu þessara stétta úr þessum stóru kerfum allstaðar, Bandaríkjunum, Breitlandi, það kröfur hækkun launa, en oft bara, það meiri áherslu á því að bæta aðbúnaðinn, styrkja kerfin, hafa einhver völd og áhrif með þróun kerfana, sem oft fólki inn í kerfunum upplifa að það séu teknar einhver ákvarðanir langt í burtu byggðar á einhverjum McKinsey skýslum, þannig að kerfið á leiðin eitthvað sem enginn skilur á hverju það að fara þangað. Þannig að þetta oft einkennir kjarabaráttuna. Þetta líka svolítið vanmat á þekkingu fólks sem eru auðvitað sérfræðingar í sínu alveg saman hvort þau séu með háskólamenntun eða ekki. Þau hafa reynslu af þessu, þau vita best hvað vantar upp á og eru þannig að hjálpa til. Og svo þetta þar fyrir utan ef við værum komin á okkur betri stað væri nýsköpunin. Þú veist að væri hægt að finna leiðir til þess að flýta fyrir sér. En á móti kemur að líka sem hefur komið fram í rannsóknum að þú getur kulnað því að hafa ekki nægilega mikinn tíma til þess að sinna fólki og það stóra atriði að fólk upplifir sig svona almennt að það hafi ekki tíma til þess að raunverulega hlusta á fólk og fylgja því eftir og við erum líka með rannsóknir sem sýna ef það voru tekin dæmi lækna þeir hefði einhverju nokkru mínútum meira með hverjum einu sjúklingi þá væri ólíklega að viðkomandi kæmi aftur þannig að þetta sparnaður. Þannig að eins og það sparnaður að eyða. Já, svona eldri verkalýðsforkólskonur í ævisögunni þeirra finnst mér oft tala Excel-kallana og ég svolítið sammála þeim. Þú veist, þetta fólk, eins og þú segir, sem mjög langt frá, hefur ekki gengið í gegnum þessi skrif og hefur ekki þessa reynslu af að sinna daglegri starfsemi. Ég held að sé ákveðin tilhneiging í að flytja ákvarðanir sem lengst í burtu. Af því að þar ferðu svona, við veitum kallað bara grimmar ákvarðanir. Það auðveldra að segja að við erum bara að hafa 15% niðurskurð á starfsaflinu. Þú veist, við verðum bara að neita, það svo auðvitað að gera það út í langt í burtu. En því nær sem hún kemur að þau erfiðar að taka svona ákvarðanir. En svo líka áhugavert, ef maður skoðar bæði það sem hafa verið kannana sem verið að spurja fólk
hvað myndur þú telja að væri nægilegt þess og væri sáttur við launin þín eða varðandi aðbúnað eða starfsálag og svo framvegis. Fólk ekki eins að biðja það mikið, sko. Sérst á kröfugerð Eflingar. Já. Það er fólk eiginlega, það fer ekki upp fyrir fátæktarmörk. Nei, og það kannski líka fyrst með stóri vandinn sem stöndum frammi fyrir. Það búið að þrengja svo að öllum sjónarmiðum velferð og velsæld. Það er meira fókus á bara hagnað og öll þessi sem eru svona meira fyrirtækjamið að það er eins og fólk sé svona fast inn í ramma og það átti sig ekki að við þurfum að splundra honum. Við erum bara að hugsa þetta allt upp á nýtt. Ok, herðu, hún ætlar að koma hérna hún Steinu Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins og ég ætla að tala við hana svona niðurbrót heilbrigðiskerfisins eða einhver leyti. Má ég byrja að vera hérna áfram og taka þátt í samtalinu? Já, takk. Herðu, þá bara tökum við örstutt hlýja þangað til að Steinun kemur hérna inn í stúdíóið. Þetta er augnablik. Já, herðu, Steinun Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins er hingað komin. Vertu velkomin. Takk fyrir. Herðu, það er búið að vera að tala, Sonja tók það nú fram, að það hérna svona sveltistefnan og niðurbrót stóru kerfan okkar hafi byrjað löngu fyrir hrun. Akkurát, ég held að þetta hefur nú reynda fengið byrundi báða vangi í hruninu og síst batnað en alveg hárrétt að við erum að sjá merki allavegna fram til hvað síðustu aldamóta. Já. Og það var margt sem breytist til hins verra þegar að stóru sjúkrahúsin sameinuðust á höfuðborgarsvæðinu sem að, ég meina það voru rök svo sem með á móti því á þeim tíma en það fækkaði sjúkrarúmum strax sko töluvert við þessa sameiningu og eins verðist hún bara í raun hafa misheppnast, það er bara eitt stórt bákn þarna á höfuðborgarsvæðinu sem að okkar mati hefur held ég dálítið dregið úr hvað maður segir, þeirri tilfinningu stofnunarinnar að hún þurfa að gera vel við sitt starfsfólk vegna þess að maður heyri svolítið, ég meina hvert annað ætlaði eiginlega að fara, hvar annars það er ætlaði að vinna, mörg okkar erum algjörlega háði að vinna á sjúkrahúsi þannig að þetta er okkar eini vinnuveitandi og ég held að það hafi í rauninni verið, hvað maður að segja, ákveðin mistök að vera, já, ég held hún hafa marganátt ekki heppnast eins og menn vonuðist til. Það hafa líklega verið væntingar það sem að stundu kallað samlegðaráhrif sem að einhver sagði við mig að það er aldrei að tala samlegðaráhrif, það er engin séðu sko. Nei, nefnilega ekki. Þau ganga yfirleitt aldrei eftir sko. Nei, þetta nefnilega við mistum þarna í rauninni ef við horfum á Landsspítalann eða Ríkisspítalann og Borgarspítalann annars vegar, það var bara virkur slagur þarna á milli hæft starfsfólk, þessi vinnustæðar voru að reyna að gera sem allra best, eins og ég segi, við sitt fólk til þess að verða ofan á í samkeppni að veita sem besta þjónustu og þessi hvati er alveg farin og ég vil alls ekki gera lítið úr þeim sem eru að vinna innan veggja Landsspítalans að reyna að gera þetta vel en þeir eru ekki í öfundsverðri stöðu. Það er ekki bara þessi skortur á samkeppni, það eru þetta eins og þið hefur nú þegar komið inn á sveltistefna gagnvart heilbrigðiskerfinu sem að ættu bara að vera öllum ljós og við ættum öll bara viðurkenna og horfast í augu við. Og það er mjög þreytandi að við komumst aldrei neitt lengri í umræðinu þetta heldur bara hvort þetta sé svona eða ekki. Þú segir við, þegar það verður gerða kannanir afstöðu almennings. Já. Almenningur horfist í augu við þetta? Algjörlega og við finnum ofboðslegan meðbyr með okkar málstað meðal almennings sem ég er gríðarlega þakklátt fyrir. En það eru ákveðna raddir í samfélaginu og í opinberu umræðu sem að yfirleitt slá á puttan á okkur og segja bara þetta er rangt. En það kom aldrei neina tölur og það kom aldrei neina staðreyndir. Heldur þetta er full fjármagnað, fólk kann ekki að lesa fjárlög, við erum að misskilja, við greinlega, eins og ég segi, hef sagt áður að vera að gaslýsa okkur þegar að vera að láta okkur halda það sem við sem við klikkuð að horfa þessum augum á stöðuna sem er náttúrulega alrangt og ég hef kallað eftir því lengi að menn bara viðurkenni sannleikan. Það er byrjunin, við komumst ekki langt ef að menn er alltaf bara að rífast eitthvað sem ætti að vera alveg borðleggjandi staðrend. Að kerfið er alvarlega fjársvelt og hefur verið mjög lengi. Og merkin bara hlaðast upp og þetta bara, það molnar stöðugt undan þessu ár frá ári og fólk gefst upp alveg eins og hann Eggert sem var hérna hjá þér fyrir nokkrum dögum. Sem einmitt fekk þessa setningu sem að þú vitnar til frá fjármálaráðherra Bjarna Benediktssyni um að kynni ekki að lesa fjárlög. Og ég kalla bara eftir vandaðri umræðu þetta heldur en að hún er bara umræðu á herra plani. Þannig að ég meina, ég vil bara fá staðrendur á móti staðrendum, ekki ykkur upprópanir eða bara fullyrðingar sem að styðjast ekki við neinn rök. Eggert
tók það fram að hann var ekki svona mikill fjármálamaður og alltaf fyrirvara. Svo sagði hann það má vera rétt hjá Bjarna að spítalinn sé full fjármagnaður. En það full fjármagnaður til þess að hafa hann alveg eins og hann núna. Hann ekki fjármagnaður til þess að geta orðið að góðum spítala, góðum vinnustað, örugum spítala. Og hann sagði að heilbrigðisþjónusta bara mjög dýr og heilbrigðisþjónusta sem að fólk að kalla eftir mjög dýr. Og hann svona með öllum þessu fyrirværum fjármála efni sína eða hagfræði þekkingu, þá sagði hann að ég myndi ætla að það þyrfti að auka framlögin svona 40%. Og það það sem við ættum að vera að tala um. Ekki hvort það sé að henda milljarði til hér eða þar. Og það alltaf verið að tala um þess að svokölluðu sóun. Og að við verðum bara að taka til í okkar ranni og það sé stjórnunarvandi og svo framvegis. En þetta eru líka bara upphrópanir. En þess að það hefur enginn getað sagt okkur hvað þessi sóun er. Við sjáum hann ekki sem erum þarna á gólfinu alla daga í þessum raunveruleika. Ég meina vissulega eins og þú segir, það kannski hægt að hliðra ykkur smá fjárhæðum hér og þar. En skorturinn svo miklu meiri heldur en að það dugi til og bara flott að gera að hreinsa til og fara í gegnum verkferla og sjá hvort maður geti ekki spara krónur, maður getur það alveg örugglega, en þetta risavaxið og þetta líka bara út af þessu svelti svona lengi. Þetta eins og bygging sem maður hefur ekki viðhaldið áratugum saman, það eru þetta gríðarlega dýrt að ætla allt í að fara að spýta í lóuna núna, sem augljóslega verðum að gera. Og líka eins og þú segir, nútíma heilbrigðisþjónusta gríðarlega dýr. Og við munum þurfa að taka mjög erfiðar ákvarðanir bara innan mjög fárra ára það hvað á að bjóðast fólki af því sem að verða til á teikniborðinni í meðferð við krabbameinum, aðgerðum og ýmsu sem mun kosta peninga. Ætlum við að bjóða íslenskri þjóð upp á það? Það framfærið eða ekki? Hvort að heilbrigðiskerfið okkar eftir að hrörna og verða eftir þróun heilbrigðiskerfið á Norðurlöndum. Nákvæmlega. Mér finnst svo áhugavert líka þessar umræðum sóun. Þú veist, ef einhver myndi slá tölu á það hver kostnaðurinn vegna veikindafjarveru eða jafnvel vinnuslýsa vegna álagsins, að þá held ég að verum, þú veist, búin að margfalda, þú voru ekki að segja hagnaði þessi samhengi að það þetta óþarfandi hugtak, en það þarf náttúrulega bara eitthvað svona stóra viðhorfsbreytingu bara varðandi almannaþjónustuna heilt yfir, en sérstaklega líka eins og í umræðum með heilbrigðisþjónustuna, þetta ekki, þú veist, markmið ekki að þetta verði arðbært eða að þetta kosti sem minnst, þetta snýst að veita úrvalsþjónustu. Já, og ég held að við endum öll á því að græða á því sem þjóð, bæði þetta þeir sem vinna í þessu kerfi en líka við öll, vegna þess að vel virkt heilbrigðiskerfi sem veitir öllum bestu mögulegu þjónustu, óháð efnahag, ég meina það náttúrulega viðheldur velsæld okkar allra og að því að þú ert að tala kulnun, veikindafjarveru, það á við alla. Auðvitað fólki sem starfar í kerfinu en okkur öll líka. Þannig að ef að þetta kerfi á hnjánum og það ekki að sinna okkur eins og þarf, að þá finnum við öll fyrir því og við munum öll tapa á því. Og það reiknistæmi mun alltaf vera neikvætt með að við reiknistæmi ef við bara setjum það sem þarf í kerfið. Það mun alltaf koma út í plús, það engin spurning. Það mjög deilt sveltistefnuna gagnvart breska heilbrigðiskerfinu NHS í dag og maður sér á umræðinu þar að hún komin svolítið í það sem að þeir að segja, hvað kostar að hafa þetta svona? Og þar fólk bæði að nefna bara byrðarnar á samfélaginu sem með því að heilbrigðisþjónustan sinni arðbæru vinnslu, eða starfsemi sem að lækna fólk, bjarga fólk frá því að deyja og annað slíkt. Og svo eru menn bara að byrja að tala um hvað kostar bara í mannslífum að hafa ástandið eins og það núna. Þannig að umræðan þar finnst mér vera komin tölvöld lengra en hér. Það sem bara verið að tala um það, hvað eru við að búa til, hver kostnaðurinn af því að hafa óbreytt kerfi. Einmitt, og þau eru náttúrulega komin lengra en við held ég í þessari þróunni, við erum á nákvæmlega sömu leið. Og það eru mikil tengsl á milli lækna hérlendis og í Bretlandi eru margir sem að lærðu þar og fylgjast vel með og eru jafnvel með félagarn úti og segja við erum að stefna á nákvæmlega sömu slóðir og þau eru komin á ef við ætlum ekki að grípa inn í. Og svo eru þetta verið að brenna starfsfólki úti alveg grimt. Ég held að Theodor Skúli sem formaður félags sjúkrahúslækna hefur nú komið hingað líka einhvern tímann. Við hittumst mikið og hann núna búin að vera að vinna 80 klukkutíma vinnuvekur undanfarið og búin að vinna í heilan mánuð í strekk og þá að tala um alla daga, allar helgar, allar virka daga og svona ástandið á gjörgæsludeildunum. Við erum náttúrulega í álagi út af veirupestum og því líka slegið fram eins og það sé
eðlilegt að menn séu þá undir svona álæg og spítalinn undir svona pressu. Það þurfti að opna í rauninni nýja bráðabirgða gjörgæsludeild, mörg rúm daginn, af því að við erum til að mynda bara með fæst rúm í Evrópu, gjörgæslurúm per haus, bara út af því að við erum með dálítið mikið af influensu og COVID akkurat núna. Sko heilbrigðiskerfi sem ekki sjúkt, það á að geta ráðið við veirupestir, þetta bara eitt af okkar hlutverkum augljóslega. En við lærdómanum sem að var í upphafi, eða svona þegar kórónufaraldur var komin í gang í Evrópu, var það að hugmyndur það að reka sjúkrahús með 100% nýtingu á sjúkrarýmum væri svo vitlaus og ég man að ég man eftir ykkur 74% og svo 82 bara til þess að lýsa muninum sem á því að raunverulega ættu við að keyra spítalan á miklu minni nýtingu til þess að geta mætt til dæmis árlegum veirusýkingum eins og við núna. Akkurat, vegna þess að heilbrigðisþjónusta náttúrulega eðli sínu og útreiknanleg, þannig að maður verður að hafa ykkur skekkjumörk og það talað eins og þú segir 85-90% rúmanýtingu, 90% algjörlega hámark sem svona meðaltal, en við erum í 100% og erum búin að vera mörg ár núna, ég með tölur fram til aftur til 2012 og þetta bara stöðugt. Það bara háskalegur rekstur. Já. Það líka svo, maður fær svona, þú veist bara, það svo mikið áhyggju efni þegar síðan starfsfólki á bráðamóttökunni stígur fram og segir já, svo var slys, og svo heyrum við umferðarslys eða eitthvað álíka og það var alltaf hægt að taka á móti fólki. Það eðli bráðamóttökunnar, að það sé svigrúm til þess að það fari ekki alltaf á hliðina. Þú veist, þetta svo sérkennileg nálgun, sko. Og ég að heyra að það sé verið að gefa fólki gjörgæslulyf á ganginum á bráðamóttökunni, eitthvað sem þarf mjög stíft eftirlit þegar það gefið, skilur, það þarf að vera helst starfsmaður yfirviðkomandi, það þarf að vera sérþekking til staðar, það er verið að færa svona starfsemi bara á ganginu á bráðamóttökunni. Við erum búin að vera með þessa, eins og hefur nú komið fram áður 40 einstaklinga innlagða á bráðamóttökuna, bara nánast að jafna því staðaldri. Komast ekki annað. Komast ekki annað og þessi tali er alltaf að stækka og við erum alltaf að horfa á þennan fjölda aukast, alveg sama hvað stjórnendur innanhús reyna að gera til þess að sporna við þessu. Og á sama tíma sagt að við séum bara væla og tala kerfið niður og vegna þess að við séum á því þá vil enginn koma að vinna þarna, þetta sé bara út af okkar neikvæðni. Það séum við sem séum rótina þessum vanda með mönnun af því að við séum svo neikvæð gagnvart vinnustafnum. Er ennþá verið að segja það? Það er ennþá verið að segja það, þetta kemur alltaf upp og maður veist hvað eigum við að gera? Vill fólk að við þegjum þetta? Vill fólk bara ekki vita af þessu? Þetta er svo sérstakur málflutningur. Mér finnst það því að ný fórusta í Læknafélaginu og fleiri félögum. Mér finnst þess að komið svona nýr tónn eins og þín kynslóð ætla ekki láta segja sér það að þegja eða tala öðruvísi. Heldur séu bara skildi ykkar að tala eins og ástandið raunverulega er. Því það er náttúrulega reyna leiðin til þess að verði breytingar. Við upplifum bara, eins og ég hef líka sagt áður, við upplifum bara að þetta sé svolítið að duga að drepast núna. Við höfum verið mjög meðverk. Við viljum ekki hvort að við erum seinþreytt til vandræða, við viljum standa okkur og við teljum okkur vera sterk og með seglu og allt þetta svona bara eins og ég held að flestir vilji bara líta á sig. Þannig að við höfum verið mjög seinþreytt til vandræða, eldri kynslóðirnar hafa verið það, en við sjáum bara með áframhaldandi meðvirkni þá er þetta bara búið spil. Við verðum bara líka hafa kjark til þess að leggja hana til hliðar, vegna þess að það þarf kjark til þess líka. Og ég er alveg sammálaður, ég finn mikinn meðbyr innan stjórnar Læknafélagsins, við tölum öll í takt, við komum allstaðar að úr kerfinu líka, utan höfuðborgarinnar, úr heilsugæslunni, þetta er allstaðar sama vandamálið, krísunar eru jafn slæmar allstaðar hvert sem maður lítur. En að þú segir að þið upplifið þetta sé að duga að drepast núna, þá hlýtur það að vera byggt á okkur tilfinningu að kerfið sé að hörna svo hratt að kannski ef það fer mikið neðar að þá getur það farið á okkur stað og það er ekki hægt að endurreisa það. Það er það sem maður hefur áhyggjur af og einmitt þetta er náttúrulega hluti á þessari umræðu að við eigum bara að vera að þegja vegna þess að auðvitað verður atgerfisflótti af vinnustöðum og úr kerfi sem er komið á þennan stað og eftir því sem að hann eykst að þá verður náttúrulega mun erfiðara fyrir þá sem eftir eru í vinnu til þess að halda þessari skútu á floti. Og á einhverjum tímapunkti þá er það þeim ofviða. Við viljum ekki komast þangað og maður hefur óttast að við séum á leiðinni þangað nefnilega. Ég hef talað við hjúkrunarfræðing og læknar sem hafa hætt á bráðadeildinni og líka fólk sem er þar. Þá upplifum maður það svo vel
hvað þetta er alvarlegt. Því að á bakvið þegar fólk er að hætta þá er eiginlega svona persónulegt uppgjör gagnvart því að þú getur ekki sinnt starfinu eins og þú varst menntað til eins og þú vilt og þú hættir og aðri sjá eftir þér hætta af því að þú ert búin að missa trú á kerfinu. Þannig að þetta er eins og maður sé að hlusta á bara svona niðurbrot kerfis á öllum sviðum sko, bara svona metnaður, tilfinning og bara samstaða fólksins að það sé svona menningarlegt hrun inn í þessu kerfi. Og líka sko hversu mikið áttu að ganga á sjálfan þig, þú veist, af því að þú ert að reyna að færa fórnir, þú veist, út frá almannaheill, en ég myndi að velta að því að sko sjúkrarlegar það eru, samkvæmt síðustu könnun eru 50% sem hafa hugsað sér að hætta og þriðjungur bara á næstu 12 mánuðum sem þýðir að fólk er svona komið býsna nálægt ákvörðunartökunni. Mér finnst þess að það hafa verið hærri tölurnar og hjúkrunarfræðingum og þið voru með eitthvað svipað, ekki? Við erum með svipað læknar og það eru þriðjungur sem hugsar það í hverja einustu viku að skipta starfsvettvang eða gera eitthvað allt annað. Og við erum að missa lækna bara alveg út úr fæinu bara alla leið, bara í eitthvað eins og ég segi allt annað sem er auðvitað mikið tap þegar fólk er búið að leggja þessi ári að sérmennta sig. Við þurfum á þeirra starfskröftum að halda í fæinu sem það er búið að sérmennta sig í. Þannig að missa það yfir eitthvað allt annað er auðvitað mikið tap fyrir samfélagið. En við erum að horfa upp á það líka í auknumæli. Það var bara valla til dæmum það hérna áður fyrr að menn breyttu og hesti meira á eins og maður segir. Og eru skýrmerki að kerfið er umverulega svona hrynja, falla saman? Já, og mér fannst merkilegt ég fór hérna hringinn í kringum landið í maí og hitti lækna bara út allt og þá sér maður það var ákveðin stórhugur í okkur gagnvart heilbrigðiskerfinu á einhverjum tímapunkti. Maður horfir á þessar flottu heilsugæslur, flottu sjúkrahús utan höfuðborgar. Þetta er náttúrulega allt orðið gamalt í dag. Það verður ekki bara kvenfölu og nunnur og alls konar mjög mikið þannig og talandi það og talandi barnaspítala Jónas frá Hriflu verði nú að skjóta inn. Barnaspítala Hringsins og Hringskonurnar. En uppbygging fjórðungssjúkrahúsanna er bara aðgerð ríkisvaldsins að byggja upp samfélag út á landi þar sem að grundvöldurinn er að þú hefur aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu. Akkurat, og fólk var svo stórhuga og þetta fólk sem byggði þetta allt upp, það er orðið aldrað í dag og hvað erum við að gera fyrir það? Við hvaða veruleika býr þetta fólk sem tók þessi stóru skref? Og ég held að ég sé að fara rétt með að Barnaspítali Hringsins sé síðasta svona nýbyggingin fyrir legudeildir á Íslandi. 2003, fyrir 20 árum, allt hitt er eldra. Svo erum við að horfa á allir þessu uppbyggingu, við erum að horfa á allir þessu hótel og banka, þetta bara flýgur upp. En hvar er aðstæðan fyrir okkar veikasta fólk? Og fyrir okkur þegar við þurfum mest á góðum aðbúnað að halda. Þetta er allt að hrynja, þetta er allt í eldgömlu húsnæði. Ég var að vinna mikið á Vífilsstöðum, ég er öldrunarlæknir. Þetta er næstu eins og svona eftir heimsendastemningarnir kringum Vífilsstaði, ef þið hafi komið þangað. Þetta eru gömul hús að hruni komin fulla drastli, búið að negla fyrir gluggan hérna allt í kringum gamla spítalan. Það er þarna skýli fyrir berklasjúklinga sem er eins og það hefur orðið fyrir sprengjuárás. Þetta er algjörlega vanrækt. Ég veit ekkert hvað verður núna, Landspítalan er ekki að reka þetta lengur, en þetta er alveg agalegt ástand og þetta var eitthvað sem við buðum okkar elsta fólki alveg frá 2013. Þetta átti að vera bráðabirgðaúrræði til hálfs árs en er ennþá gríðarlega þörf á vegna þess að við erum ekki að byggja upp önnur úrræði. Næstu því nógu hratt. Þetta er bara, þetta tala svo skýrt. Þú getur sagt alls konar hlutum að þessi til nógu peningar, en svo horfir maður í kringu sig. Maður bara horfir á raunveruleika sem blasir við mann og þetta bara fer engan veginn saman. Ég er einmitt alltaf að bíða eftir því að einhver fari, þú veist, bara með myndavél inn og taki, þú veist, og bara slá upp þessari mynd af mismunandi húsnæði. Þú veist, nútíma skrifstofuhúsnæði sem að flestir og sérstaklega nýttu COVID til þess að einhvern veginn endurgera að uppfara og bara versus þessi kerfi öll, hvort sem það er skólastofa eða heilbrigðisþjónusta eða annað. Ríkið var að kaupa 9 milljarða skrifstofuhúsnæði fyrir utanríkisráðuneytið. Já. Og hvar er spítalinn okkar? Ég meina, hvenær kemur hann? Ég veit að Eggert að hluta til gafst upp á bráðamóttökunni af því að hann heyrði að það væri enn einu sinni búið að fresta því að þetta húsnæði yrði tekið í notkun. Við erum búin að halda í þessa líflínu, ég veit ekki hvað lengi, þó hún sé valla einu svona að fara að fjölga legurýmunum, bara við fáum aðeins betri aðstöð og hvað þá fyrir einmitt bráðamóttökuna. En þetta er bara einhver draumsýn sem við erum alltaf, hún er alltaf að hlaupa undan okkur, sko.
Það er líka annar þráður í þessu, þú veist, eins og þú varst að nefna, ég meina hver ætlar að sjá gamla fólki, það munum þetta lenda með einstefnu til á konum í ólaunuðum störfum, þú veist, þannig að þetta er kjaratengdur þáttur, þú veist, hvernig heilbrigðisþjónusta ætlar að bjóða upp á, hvernig ætlar að sjá eldra fólkið og börnin, og mér finnst oft eins og það vanti inn þess að heildarmyndi umræðan að því að við finnum það þetta mjög sterkt að samtök atvinnurekenda vilja ekki hækka skatta hérna, sem er auðvitað það sem þarf að gera, að breiðubökin þurfa að greiða meira til samfélagsins, þannig að það sé hægt að byggja þetta upp bara frá grunni að einhver leiti til og þá auðvitað svona minnkar þrýstingurinn á launahækkanina á móti, því þetta hefur áhrif á framfærslu fólks. Herðu, hann er frammi hann Ásgeir Brynjar Torfason, hann hefur fylgst með efnahagsmálum út allan heim og að sömuleyti er þessi átök á milli vilja almennings að hafa góð kerfi og traustkerfi og almenningur vill hafa þetta svona, en það er einhver öfl sem er á móti og þú nefnir að vilja ekki hækka skatt og eitthvað fleira, þannig að sömuleyti er þetta alþjóðlegt vandamál. Ég nefndi Bretland og svona, en það er glímt við þetta ólíkt í öðrum löndum og ég má ekki bjóða honum að koma hérna með okkur og taka smá yfirferð á því. Þannig að ég segi það bara augnablik, sjáumst eftir augnablik. Það fjölgar hérna við rauðaborðið Ásgeir Brynjar Torfason, góðgestur þáttarins komin hingað. Ásgeir, þú ert að hlusta á okkur og þetta er náttúrulega gömul deila á Íslandi almenningur vill traustkerfi, heilbrigðis- og menntakerfi. Stjórnvöld segjast verið að færa okkur það en gera það ekki. Við horfum upp á þau veikjast og það er ekki farið rangt með. Við sjáum það bara í könnunum hvernig almenningur lýsir þessu sinni upplifun og hann þekkir alveg heilbrigðiskerfið og hann þekkir menntakerfið og hann þekkir þetta er menntuð afstæð almennings að það er að gera stóra átak til þess að laga þetta, en þetta er ekki gert og þetta er deila sem er víðar heldur en hér. Já. Hvað er þessi deila? Það gera stjórnvöld ekki bara það sem almenningu vill? Þau eiga náttúrulega að gera það í lýðræðisþjóðfélagi en sko kannski vandinn hér sérstaklega held ég byggist á því að það mun minni skilningur hér heldur en til dæmis eins og í Skandinavíu það sem ég bjó í yfir 10 ár að þar mótmælti fólk þegar það átti að fara að skera niður eða þegar það átti að fara að lækka skatta því það sagði ég vil frekar borga jafnmikla skatta og fá betri þjónustu fyrir börnin mín og leikskólanum eða betri þjónustu á öllu heimilinu þannig að manni virðist svolítið hérlendis að skilningurinn á samhengi nú í rekstri samfélagsins sé svolítið rofinn. Það vilja einhvern veginn allir fá allt fyrir ekkert og síðan er svona hert að og það er hægt að spara heilmikið. Ég vann fyrir 20 árum upp í háskóla og fjölgaði nemendum og við minnkuðum borðin þannig að það var að koma 40-50 nemendum í 30 manna stofur. En þetta er eitthvað sem þú getur ekki gert oft. Þú getur ekki staplað þeim eins og í tunnu. Þetta er reynd að gera í leikskólunum. Þar er verið þrengja einmitt að plássinu og við höfum rætt það hérna við rauðaborðið. Og það eru sláandi tölur þar sem að plássi sem að hvert barn hefur er bara orðið bara fáránlegt og það er eiginlega gert ráð fyrir því að starfsfólki sé undir borðunum til þess að koma fyrir. Já, og þetta er svolítið sama eins og heilbrigðisumræðan sem ég var að hlusta á hann. Ég flutti heim frá Skandinavíu fyrir 10 árum, þá voru vinir mínir sem eru læknar að furða sig á því þeir þurftu að vera að fara á kvöldin og rótarifund að safna peningum til þess að bara fá nýtt baðkar eða laga gluggana. Það var ekki einu sinni fyrir nýjum tækjum heldur bara einn vandi þar sérstaklega svona sem við hoppum að þessa milli að þannig fyrir 20 árum var ég að vinna í framtíðarstaðsetningu Landspítalans og skrifa skýrsla og það átti að vera búið að loka flugvellinum 2016 til 2022 var í fyrra og það átti að vera búið að byggja inn spítala allavega þegar ég var að vinna í þessu fyrir 20 ára þá átti hann að vera tilbúin held ég á svipuðum tíma en við getum leyft okkur að fara í deilur og ég vil pólitík og stofna einhvern flokk og tala einhverja öryggisflugbraut og eitthvað svona sem bara til að
sko tefja alls konar mikilvæg mál og ég held að við höfum bara verið heppin að sko það sprakk ekki eða hrundi ekki spítalinn í COVID sko og svo held ég að maður sér ef ég tek sko alþjóðavinkilinn og samanburðum efnahagslífið að sko það sem að fyrirtækin gerðu í COVID að þau náttúrulega sáu við sjokkið hvað þurfti að taka mikið til og breyta ferlum og hugsa upp á nýtt og fjárfesta í öruggari leiðum, hafa aðeins meira rými. Það var nú aldrei skert á Landspítalanum sem að bjóð til göngudeild COVID-sjúklinga bara úr skókassa og nokkrum símtólum. Símtólum. Stóðu bara, ég hef alltaf verið að segja það að þetta hefði átt að fá nýsköpunarverðlaun á Íslandi það árið. Ég kannski fæ að skjóta aðvarðandi það að þetta er einmitt eitt af þessum dæmum sem þið voru að ræðum áður en ég kom. Þið Sonja að dæmum það þegar starfsfólk á gólfinu fær að vinna sín verkefni bara með algjörlega frítt spil og fær bara nú ætlum við að leggja allt í ykkar hendur því sem þekki best hvernig við eigum að gera þetta og þið fáið bara stjórn þessu. Og þetta heppnast gríðarlega vel og þetta er eitthvað sem hefur verið að horfa til alþjóðlega. Þessi lausn Íslandíka, bæði varandi COVID-göngudeildina og appið og þessa vöktun sem greinilega kom í veg fyrir alvarlega veikindi hjá mjög mörgum og innlagnir á sjúkrahús hjá mjög mörgum. En þetta er sem ég segi, þetta er algjör svona grasrótar lausn. Ég aldraða móður og ég hugsaði, heyrðu, þau hljóta að búa til sko göngudeild fyrir aldraða því að mamma var að bíða til að komast á hjúkrunar heimili og ég hugsaði þetta, það er svo góð reynsla þessu, en það var ekki gert. Já, við erum með göngudeild, ég er nú öldrunarlæknir og vinn á Landakoti, en hún bara hefur... Hún virkar ekki svona? Sko, það hefur bara orðið hrun í stofninum, okkar sérfræðingana, vegna þess að svo gríðarlegur innan gæsalappa útskriftavandi á spítalanum að við erum nýtt í hann. Þannig að við höfum ekki tækifæri til þess að fara inn eina nýsköpun að ráði, við auðvitað reynum, en ég meina það væri náttúrulega algjör snillt að geta sinnt þessum hópi með göngudeildastarf sem í miklu meira mæli en við erum að gera og spítalinn er aðeins að reyna að færa sig þess átt en þá þarf líka að létta af honum þessum verkefni sem eiga heima annar staðar og það þarf að fjárfesta annar staðar til þess að það sé hægt og ég komst ekki inn á það áðan en við erum til dæmis að eyða 12 sinnum minna en Noregur í heimahjúkrun 12 sinnum, við erum samt með jafn háa prósent inn á hjúkrunarheimilum eins og þeir, eða þau Þannig að, ég meina, talandum að vanti pening eitthvað staðar. Það er ekkert skrítið að við náum ekki að veita sömu þjónustu og halda fólki lengur heima miðað við hvað við erum raunverulega að gera fyrir hennan málaflokk. Þannig að við öldrunarlæknar erum til í göngudeild. Já, það var í, held ég, fréttunum áðan, það var kannski á Stöð 2 fréttunum, sko, verið að sína á Selfoss þegar hann búið að gera eitthvað heima sjúkrahús, það var bara einhver ný útskrifaður læknir frá Gautaborg sem kom þangað að gera þetta og ég hugsaði bara býtu, af hverju er þetta ekki út um all land? Þetta hefur verið mikið reynt í bænum og hefur einhvern veginn aldrei náð flugi vegna þess að það hefur ekki fengið þennan meðbyr. Ég held að sko, einn vandinn er, við erum alveg hræðilega íhaldsamt og andsnúin breytingum hérna og einhvern veginn þá viðhelst alls konar svona kerfi bara sem hefur alltaf verið svona og ég held að það sé alveg rétt sem þú sagðir, meðvirknin er alltaf allt og mikil og langlundageði og eiginlega ógnin núna sem að sko heimsfaraldurinn á efnahagsviðinu og örugglega á spítalunum, ég þekki ekki, en á efnahagsviðinu og síðan þegar stríðið kemur ofan í heimsfaraldurinn að það er það sem við talum sem fjölþáttakrísu eða polykrisis, að nú koma eiginlega allar krísunar hvor ofan í aðra og það verður sko verra ástand heldur en summan af krísunum að því þær búa til svona neikvæðan spíral og ég er ansið hræddur að sko, þar sem að kerfin hafa verið komið að þolmörkum og kannski staðið af sér veiru faraldurinn sjálfan að þá eru þau samt sköddu, þetta er eins og þú kemur úr langferð með bát og hann er búin að lenda í óveðri það þarf að fara yfir öll bönd og laga allt upp og nýtt í höfn í rólegheitum en hér er einhvern veginn bara ennþá út á hafi og það er ekkert varðskip að koma og draga vélarvana í land sko, eins og Guðni fór Það er mikið rætt þetta í Breitlandi NHS að raunverulega COVID hafi dregið fram ágallana að þegar COVID er farið að þá sé kerfi lakara heldur fyrir COVID og það er bara byggt á sko þreytu starfsfólks og bara að það er dregið fram alla veikleikana. Akkurat og sko í ýmsum ríkjum Bandaríkjanna þá var búið að lýsa yfir neyðarástandi út af kulnun lækna sem var bara mjög algeng 2019
Það áður en COVID-faraldurinn kom, síðan fer þetta sama fólk og ég gerir ráð fyrir að það hefur fleiri heilbrigðisstéttir heldur en bara lækna, fer inn í COVID í þessu ástandi, að fólk nú þegar orðið mjög bugað og í löskuðu kerfi og svo eins og þú segir, það ekki einu sinni, við erum ekki einu sinni í höfnu núna, við erum einhvers staðar út á hafi og við þurfum svo að fá að heyra varskipi sé að koma, það eiginlega það sem við erum að biðja og það einhvern veginn enginn sem getur svara því, býtu hvað ætlið að gera fyrir okkur? Verður þetta betri næsta mánuði? Eða í sumar? Hvernig verður næsta veirupestar season? Verður það eins? Það enginn sem getur sagt, nei, ég ætla að gera A, B og C áður en það kemur að því, þannig að þeir munið ekki þurfa að lendi svona krísátt. Það enginn sem svarar okkur þannig, ekki ennþá. Ég heyrði hafsugubátur koma þarna og það var gjallarhorn og hann sagði þið kunni ekki að lesa fjárlög. Og svo snér hann við. Til að tengja við hinna punktana, að þetta er hlægilegt ástand, en þetta hins vegar, ég held að fólk átti sig ekki á því hversu alvarlegt þetta ástand í heiminum núna og það sem gert og eina af ástandunum sem ég get séð af hverju þetta svona slæmt að þegar að það þrengir þá svo auðvelt að skera niður fjárfestingar og síðan hefur ekkert verið breytt á rekstrarhliðinni eins og við vorum að tala þannig að þá og þá verður bara til stíflan á veikurstöðinu eins og þarna á bráðadeildinni eins og ég skilja, af því að það hefur ekki verið byggð hjúkrunarheimili 20 ár eða 10 ár og síðan hluti af vandanum ef við má taka annað dæmi úr fréttum dagsins eða gerðan sem blöskvað algjörlega því það var nú heilbrigðisráðherra út af einhverjum nikotínpúðum sem verður að selja í nammiumbúðum sem ég hef aldrei pælt í en það eru sem sagt kemur barnin á bráðadeildina annarkvæð dag með nikotíneitrun en það var frestað að setja reglugerðina að stöðva söluna á sig eða hemla sölunni og af hverju var það? Af því að heilsalanir sem söluna þurfti að fá aðlögun að reglunum til takmarkunar og þeir voru þó búin að aðlaga sig úr því að selja 100 kíló upp í að selja 100 tonn á 4 árum en svo þegar átt að hemja aðeins söluaðferðina þeirra að þá verður það að fá að kosta barn annarkvæð daginn í nikotíneitrun að því það má ekki þrengja að sölunni með smá reglum og þetta held ég svona lýsandi hræðilegt dæmi að það alltaf að setja meira álag og innflæðisvanda á bráðadeildina sem líka með útflæðisvanda af því að það má ekki á einhverju fjárhagslegu sviði hamla einhverjum gróða hjá einhverjum engaðalum og það heilbrigðisráðherra landsins að segja þetta. Það springa upp núna mál sem líkt þessu sem miklu vandinn sem komið til að það var eftirlitskerfi var eiginlega brotið niður. Já, lögðu niður og nú leggst það sem mikil veikindi á fólk og bara mikið vandamál á einstaklinga en þetta ættir að kosta samfélagið hundruður milljarða við endurbætur á þessu. Þetta verður ekki minni kostnaður heldur en alkali í skemmtirnar á sín tíma sem var álag sem bara kastaði yfir á samfélagið og einstaklingar og fjölskyldur látna bera og stofnanir og fleira en þeir sem stóðu að ágöllunum það ekki frétta þeim. Og ríki á væntanlega þá borga það líka alveg eins og ríki þurfti að borga skiptu út öllum brjóstapúðunum sem fór að leka sem engaðilega voru búin að fá að setja í með þennum kostnað. Þannig að það alltaf settur vandinn á ríkissjóð en það engin heildstæð hugsun í annars vegar því hvað þurfum við að byggja upp til að byggja þetta samfélag sem að vaksa og það eru ég meina ferðaþjónusta, nýja atvinnugrein og það það þurfti ekki að vera mjög flókin útreikningur að vita að það myndi kosta, 10% auki ála á bráðadeildina eða 15 eða ég veit ekki töluna en sem sagt þú ert með 2 milljónir mann í landinu sem 300.000 þá það ekki mjög, maður þarf ekki doktorspróf til þess að Þetta bara rosalega góði punktur hjá þér og ég held að 17% gjörgæslurýma fari núna í að þjónusta ferðamenn og maður fær alltaf svona hland fyrir hjarta þegar maður heyrir af áætlunum komu skemmtiferðaskipa í ákveðnar hafnir þar sem maður veit jafnvel einn læknir fastráðinn eða þið veitu þetta alveg gríðarlega og fullskipa öldruð fólki Já og það víst rúlar út af þessum skipum aldrað fólk með bara uppskrift frá skipslækninum það hvað læknarnir í landi að gera bara farið þessa mynd, fá þetta lyf, gera þetta og þetta
óbóðslegt auka álag, heyri ég. Og ég veit ekki til þess að það sé neitt bætt upp með nokkrum hætti. Við gátum ekki einu sinni spennistöð til að tengja þau við rafmagn þessi skip. Þau eru að dæla hérna almenningur vill betra heilbrigðiskerfi og það er bara allir sem að skoða að vita að það er bara stórkostlegt atriði. Hvernig getum við lagað þetta? Það er náttúrulega því lengur sem er búið að bíða með að laga það. Því mun verra og erfiða verður það. En við verðum að gera eitthvað strax og hvað verðum við að gera strax? Já, ég vona að húsið sé ekki alveg að hruni komið, en ég held að sé, ef þú býður með að gera við þakkið, þá er það orðið miklað allt á endanum, ekki út af fúski í byggingarleinunum, heldur bara að því þú lagaðir það ekki. Það þarf að endur hugsa mjög margt. Eins og var mjög fallegt að sjá í raun og veru hvernig heimshagkerfið á efnahagsviðinu gat gert á gífurlegan hraða eftir heimsfaraldurinn. Endur skipulagt flæðilínur, náði 2-3 byrgja í staðin fyrir 1. Það var bara allt hugsað upp á nýtt af því að það var stoppað kerfið og menn sáu hvað það var tæft, hvað það var allt kyrrt alveg á mörkunum. Þessi verðbólga sem við erum með í heiminum er að hluta til út af því að það þurfti að búa til smá borð fyrir báru og hafa smá auka rými í kerfinu. Og það er búið að gera það núna á þessum 2 árum eða þessu ári síðan að faraldurinn var leiðin hjá. Ef það verði ekki fleiri stríð þá heldur áfram að fá iPhone-in frá Kína. En Bretland held ég svona hræðilegasta dæmi í Evrópa því þeir voru með Brexit áður sem var ekki alveg búið að koma út úr öllum búningunum, vandinn þar undirliggjandi. Hann birtist síðan núna eftir COVID og þeir hafa bara ekki fólk til að ráða í að keyra sjúkrabíla og hjúkrunarfræðingarnir sem ekki búin að hafa launahækkun í 10 ár og búin að vera yfirkeyrðir í kerfinu og þeir bara segja upp eins og mér sýnist nú að gerist á Landspítalanum í hversinn sem stjórnarformaður spítalans kemur í fjölmiðlum og segir eitthvað að þá eru svona 10 mann sem bara hafa fengið nóg og þetta er eiginlega enn meira uggveikjandi fyrir mann sem horfir á þetta utanfrá að því að þetta er ekkert af þessu að fara að laga eða bæta kerfið. Hvað gerum við? Ef við erum ekki að tala við það örfá á Íslandi sem að hafna því að þurfa að gera eitthvað. Hvað er það sem við höfum að gera? Ég held að við þurfum að taka þær snúa strúktúrun svolítið við, taka þær hugmyndi sem að virkuðu vel eins og COVID og eins og er að virka þarna vel utan á landi og það þarf einhvern veginn að búa til rými til að segja hægt að endur hugsa ferlana og verkefnin og við þurfum að gera þetta í öllum ríkisrekstrinum með alla eðslu að endur hugsa hvað er verið að nota peningan í af því að við erum komin að mörkum og við erum að koma út úr svo dýrri efnahagskreppu eftir faraldurinn og við vorum með vanda þar fyrir. Það var halli á ríkissjóði 2019 áður en að vá fór á hausinn, áður en að heimsfaraldur kom og áður en að stríð kom. Hann er bara búin að aukast síðan og að því það er aldrei tekið á því að skattheimtan er ekki í samræmi við útgjöldin og ef menn ætla síðan að þá að fara skera niður fjárfestingur og frestaði að spítalan verið tilbúin, frestaði að byggja hjúkrunarheimili, að þá bara magnast vandinu og síðan held ég að hinleiðunni sem að kemur að því að kjaradeilunum sem eru núna, sem voru að tala um í byrjun og síðan kjarasamningum opinberra starfsmanna að þar verður rosaleg klemma fyrir ríkissjóð af því að það má aldrei tala um skattahækkanir í þessu landi og þar liggur kjarni vandans af því að það er búið að veita hér skattaafslætti til að kaupa rafmagnsbíla og skattaafslætti í COVID til að byggja palla og leyfa síðan fátækara fólkinu að taka út séreignarsparnaðinn og borga skatta því. Ríkissjóður er búin að hafa það ágætt í ýmsum af þessum vöndum. Núna verðbólgan er að færa ríkissjóð aukna tekjur, þessna kom svo fín útkomi fyrra. En það má náttúrulega ekki eða því og ekki skilja mig, það má ekki eða því í hækkanir af því að þetta er bara tímabundin hækkanir vegna verðbólgu og ríkissjóð má ekki fara í þann spíral en það verður að endurhugsa algjörlega skattkerfi líka því að ég held að ef maður horfir á kjaramálin og hvernig á að vera hægt að leysa þann þátt fyrir ríkissjóð að þá verður að taka endurskoðun skattkerfi sinni samhliða
varðandi með bætur, hvort sem það varðandi húsnæði börnin, líka bara skattafrádrátt fyrir endurgreiðslu á námslánum, sko alls konar vaxtabætur sem í Skandinavíu eru ótekjutengdar upp í svona eitt meðalega einbýlishús, sko, að því þar kemur út allskyns jöfnun sem að er auðveldar að stýra heldur en í kjarasamningum og þar að þau eru það miklu betri leiðir til að stöðva verðbólguna að beita skattheimtu og það hefði átt að vera allt síðasta ár að vinna gegn verðbólgunni með targeterðum beinum skattatillögum að því að það er þannig sem hún getur dregið úr neyslunni en ekki með því að ráðast á lægstu 10, 20, 30% að því þau eru ekki að valda verðbólgu með því að borga hærri leigu og borga hærri mata því að þau eða öllum sínum tekjum. Þannig að sko kerfið í heild þarf... Skjóti, ég meina Seðlabankinn hefur vel bara þetta úrræði sem að kemur þá, þú veist, út af forminu til eins fyrir alla en bitnar auðvitað vest á þeim sem minnst af milli handana. En það sem skorti náttúrulega á voru aðgerðir stjórnvald til að mæta fólki, þú veist, á lægstu laununum. Algjörlega. Herru, ég ætla að halda áfram að spyrja, hvað ber að gera? Það þarf að, þeir sem vilja laga heilbrigðiskerfið, þeir verða ekki þóra að tala um skatta því við verðum að safna tekjum til þess að mæta auknum útgjöldum. Og nýta peningarna betur. Og nýta peningar betur. Og hætta eða peningum. Ég er að reyna að færa orðið Ásgeir. Ég ætla bara að segja að þú veist dæmi 100 milljónir í að skjóta refi að því við höfum alltaf gert það. Þú veist, það er að nota þær 100 milljónir í að skjóta ketti að menn vilja eða að gera eitthvað annað gagnlegt við peningin. Annað sem að Ásgeir segir og tók undir það sem að þið voru að segja hérna áðan að við þurfum einhvern veginn að sækja í þá getur sem var hérna bara fyrir miðja síðustu öld að byggja bara upp gott heilbrigðiskerfi sem hentar okkar tíma. Er þetta skattar og bara og bara svona, hvað ég segja, svona andi? Ég meina, ég held að því að þú veist, við fundum það eins og fyrir síðustu kosningar, alþingiskosningar, þá var eiginlega bara umræðum heilbrigðiskerfið, en þú fékkst ekkert eitthvað svona konkrétt upp úr þessum stjórnmálaflokkum, hvað ætluðu raunverulega að gera? Og ok, ef að þetta er bara svona one-liner season, þú veist, það er bara fólk sem vinnur innan heilbrigðiskerfið sem segist að það vantar pening og þá er sagt á mótið þið kunni ekki lesa fjárlög, búið það bara til one-liner, við ætlum að standa með íslenska heilbrigðiskerfinu, þú veist, það þarf einhvern veginn að vera forsendan, en ekki að horfa á þetta sem útgjöld. Þetta er fjárfesting í fólki og til framtíðar, þannig að við vorum að tala um fjármagnið og þá þarf að breyta skattkerfinu. Já, þú getur ekki að laga heilbrigðiskerfið ef þú þorir ekki að tala um skatta. Já, en þú getur heldur ekki búið til úrvals heilbrigðisþjónustu ef þú hlustar ekki fólkið sem að kann actually inn á störfin og þjónustuna. Þú veist, þannig að það þarf líka að vera moment. Það sem þú ert raunverulega að taka bara og þú veist í öllum störfum, ekki bara einhverjum sem eru svona helst til ráðgjafar, sko. Byggja það upp innanfrá, getur við sagt. Sáttu þetta, Styr? Já, algjörlega sammála þessu og eins og ég segi, ég held að þetta verði alltaf fjárfesting og það þarf að hafa þúr og dug til að fara í hann og það mun alveg kosta en það mun skil okkur ódýrara, skilvirkara, betra kerfi til framtíðar. En þess að ég var að segja, ef maður er búin að fjársvelta hlutina svona, það enda maður bara mjög oft með gríðarlegan kostnað sem maður hefði annars ekkert þurft að standa í. Ég meina það er dýrt að reka hlutina alltaf á einhverju hálfkáki og við lélegar aðstæður, það er það líka. Þannig að hlusta á fólkið á gólfinu, við vitum alveg nákvæmlega hvernig við viljum gera hlutina og við viljum gera það á skilvirkt og vel, augljóslega. Því að við erum í þessum störfum af því að við viljum sinna okkar sjúklingum og þeirra fjölskyldum. Ég meina það er það sem við brennum fyrir. Þannig að við erum með fullt af hugmyndum um það hvernig við getum nýst sem allra best hver og einn fagstétt. Þannig að bara hleypa okkur í skipulagninguna en líka þetta hlusta á okkur þegar við segjum að það þurfa fjárfesti í ykkur eins og sem dæmi öldrunarþjónustunni. Ég meina það bara verður að stór efla þjónustu við eldra fólki í þessu landi. Það mun minka álega Landspítalann gríðarlega. Mér er samt alltaf svo leiðilegt að tala svona um eldra fólk vegna þess að eldra fólki á bara að vera okkar númer 1, 2 og 3 fólki sem við berum á höndum okkar og sem við er bara okkar aðal fólki í samfélagum það búið að skila sínu. Nú eigum við að sjá til þess að því líði vel á sínum lokametrum sem við erum ekki að gera í dag. Og þess vegna er alltaf svo leiðilegt þegar við erum að tala um þetta sem einhvern fráflæðisvanda okkar vanda í heilbrigðiskerfinu sem það svo sannarlega er ekki. En það er bara miklu ódýrara að þjónusta þennan hóp utan bráðasjúkrahúsa, jafnvel heima ef það vill vera heima, en þá þarf bara stór efla þessa þjónustu. En í heildina þá erum við að koma út miklu betur
fjárhagslega, við erum að nýta fjármunina miklu betur ef við sinnum þessu fólki á réttum stað og heimaspítali líka frábært dæmi svona fyrirbæri eins og svolítið eins og COVID-göngudeildin. Þarna getum við komið í veg fyrir að fólk þurfi sífellt að vera komin á bráðamóttökuna út af verstunum á langvinnum sjúkdómum. Þetta algjörlega fyrirsjáanlegt að þá getur við sinnt í heimahúsið og getur sett inn tímabundið miklu meiri aðkomu heilbrigðisstarfsfólks heima sem síðan hægt að draga úr þegar þessi bráðuveikindi eða verslun liðin hjá. Það alls konar svona hluti sem við getum gert. Það eru endalausar hugmyndir en sko það eina, maður svo hóvar, maður bara biður segðu mér allavega eitt af þessu sem ætlar að gera. Öllum hugmyndir sem við erum búin að koma með því að það oft sagt við okkur þið eru alltaf vælandi, þið koma aldrei með neina lausnir. Við erum búin að koma með svo mikið að lausnum, þetta allt til skriflega, þetta allt til einhverjum skýrslum og plöggum og í skúffu. Dragið þetta nú upp og byrjiði bara. Og þetta nóga pinningum fyrir því, sko. En þá má ekki vera að gefa þá, og ég vil monta sig af því eins og fjármálaráðuneytið, að skattar hafa lækkað á 9/10 landsins. Það bara ríkasta tíundin sem hefur ekki fengið skattalækkun. Það náttúrulega bara starffræðilegt bókhaldsdæmi sem einmitt gengur þar með ekki upp. Ef að það má ekki, og fyrir utan náttúrulega það sem stóra málið, að skattheimta af hagnað og fyrirtækjum og þess þar, að því að og auðlindum, að því að sko, ef við berum okkur saman við Norrlöndin við erum með álíka landsframleiðslu á mann en okkur tekst einhvern veginn að hafa það þannig uppbyggt kerfið að við erum með heilbrigðiskerfið einhvern veginn á allt stað og miklu minna hlutfall í það. Já, en ekki rétt, sko, við erum með álíka landsframleiðslu en við erum það land á Norrlöndunum sem að minnst af henni skila sér í sameiginlega sjóði. Jú. Og ég meina þannig að kakan okkar bara minnst. Minnst fyrir heilbrigðiskerfið. En það er alveg hægt að breyta því. Það er bara ákvörðin og þá eru tilnægir peningar. Það er punkturinn minn. Og við sáum það í COVID líka að þegar á reynir þá er alveg hægt að skuldsetja ríkissjóð til þess að takast á við vá og það hefði alveg verið hægt að byrja fyrr að byggja spítala og skuldsetja ríkissjóð til að byggja hann og svo er það borgað tilbaka á lengri tíma en það verður að vera svona heilstað hugmyndum það og núna þegar síðan Seðlabankinn búin að hækka vexti svona mikið sem að drepa skuldsett heimili alveg og búa til efnahagskrísu þar, að þá er líka verið að hækka vaxtakostnað sveitarfélaga og ríkisins og það veldur mér ugga því að út í heimi verið að tala að vextinni fara að lækka í desember, þetta sé svona verðbólguskot meðan að hér er eins og maður sé einhverju umræðu úr verbúðinni og tímum gwemdar í aka og víxlverkun verbólgu, launa og verðlags og verðbólgan virðist töluvert mikið hagnaðdrifin eða búin til að vel af hinn opinbera líka með hækkunum gjaldskráa og alls konar þáttum við mælum hann öðruvísin önnur lönd með húsnæði inni þannig að það er svo margt sem væri hægt bara með því að hafa okkur til samræmis við önnur lönd Norrlöndin og Evrópu að þá væri hér mjög auðvelt að gera allt í lökunar velstandi en það myndi taka heilmikinn tíma að laga skaðan sem er þegar orðin út af ruglunni sem er búið að viðgangast síðustu áratugum. Sonja, þú varst að reyna að koma að staða, manstu hvað ætlar að segja? Svo cirka, ég var að hugsa það sem að Steinun var ef við ætlum að tala inn í hjörtu Excel-kallana svo við bara gefum þessu fólki heiti sem að einhvern veginn horfir ekki út frá velsælda sjónarmiðunum þú veist, þá er líka, að því að ég meina við finnum það bara mjög sterkt að samtök atvinnulífsins eru aðalatenda þeirra að það verði ekki hækkaði skattar, þú veist, og bara vinna mjög hart gegn þessari kröfu okkar að breiðubökinni að leggja meira til samfélagsins, okkur öllum til heilla. Þú veist, en ef maður myndi til dæmis slá tölu á vinnutapi sem felst í því að þú ert að sinna eldri ættingjum eða jafnvel bara veikum ættingjum, þú veist, það væri strax bara, eða bara komið með þá köku inn í stóru púlíuna, þá held ég væri strax farið flott að borga sig. Já, eins og þú segir, bara maður sé með allar þessar breytur, maður horfa á heildina, þetta er bara eitt stór vasi og bara röðum rétt í hún. Þannig hugsaði fólk fyrir miðja síðustu öld sem að tók sér til og fór að byggja upp íslenska heilbrigðiskerfið.
Það er það sem við þurfum að ná inn. Kannski er bara komið tími til þess að séu búið til einhver svona félagskapur til uppbyggingar heilbrigðiskerfinu. Því einhvers stað þarf að koma fram tillögur valkost á móti þessari sveltistefnu sem við búum við. En við erum ræða í heilbrigðiskerfið og munum halda því áfram hérna, en ég ætla að segja þetta gott í bili. Steinunn, Sonja og Ásgeir Brynjar, kæra þakkir fyrir spjallið.